Hér ætla ég að sýna ykkur hvernig þið setja áherslumerki og áherslunúmer. Smellið hér í textann, þetta er bara ein lína þannig að ég þarf ekkert að afmarka hann því að blokka textann og smellið hér á. Hér ætla ég að setja númer, áherslunúmer og smellið hér á. Til að hafa aðeins meira bil á milli, 3 punkta eins og talað í bókinni, þar ég hér í paragraf. Það er ágætt að taka hakið af hér, svo þurfum við að skrifa hér 3 punkta. Ef það gleymist að taka hakið af, það kemur bara bil á eftir síðustu línunni, ekki á milli lína. Þannig ekki gleyma því. Sjáðu hérna hvernig það kemur. Ég ætla að gera það sama hér, núna ég ætla að setja áherslumerki, en bilið hér, 3 punktar, hakið af, set 3 punkta á milli. Það kemur þetta svona. Bókin, hún er stillt á inline with text, þannig að ég ætla að breyta henni í in front of text og færa hana hingað. Þessi mynd hér er stillt á in front of text, ég ætla að breyta henni í in line of text og miðja hana á síðuna. Smelli ég hér. Til að fara í prentskoðun, þar ég í fæl og print, og þá lítur verkefnið svona út. Við erum búin að setja haus og fót, gera leturbreytingar og bil á milli, fyrir og eftir millifyrirsögnunum, setja myndina hér á square, þessi mynd er á in front of text, þessi er in line with text og miðjuð, setjum áherslumerki og áherslunúmer og hér er ég búin að setja leturbreytingar, það er að segja feilletur og undirstrikun á allan texta, þannig að það er ágætt að skoða skjalið alltaf í prentskoðun áður maður klárar það alveg og vistar. Þannig að ég ætla núna að vista. Og þá er þessu verkefni lokið.